Ég heiti Jóhannes Gunnarsson, ég er formaður Neytendasamtakanna og starfa sem slíkur hér á skrifstofunni. Við fórum í samvinnu við Hagvang að skoða þennan markað og töldum ákjósanlegt, meðal annars vegna þess að við gátum fundið fyrirmynd frá dönsku neytendasamtökunum að gera útboð, en það hafði skilað dönskum neytendum verulegum árangri. Það er mjög dapurlegt frá því að segja að aðeins eitt tilboð barst. Við erum með 6 orkufyrirtæki í landinu. Aðeins eitt þeirra sýndi svona vott af áhuga á að bjóða í, það er að segja raforkuviðskipti við sem allir félagsmenn Neytendasamtakanna hefðu getað gengið inn í. Því miður var niðurstaðan hins vegar sú að tilboðið sem við eina raunverulega tilboðið sem við fengum, það var það lítill afsláttur að við hafnuðum því, þannig að þetta datt dautt niður því miður, og niðurstaða okkar var að það ríkti fákeppni á þessum markaði. Samkeppni var ekki með neinum hætti virk, þannig að í raun hefði verið betra að vera í gamla kerfinu þar sem var bara eitt verð, stýrt af hinu opinbera. Neytendasamtökin hafa alltaf haldið því fram að samkeppni, virk samkeppni, er það sem skilar neytendum bestu. Þess vegna höfum við talað fyrir frjálsri verðlagningu meðal annars, en við höfum sagt mjög skýrt í gegnum árin að ef að frjáls samkeppni er ekki að skila neytendum neinu, þá er full ástæða til að endurskoða og hreinlega að setja einhver verðlags eins og var hér áður fyrr, hámarksverð, hámarksálagning, vegna þess að frelsi í verðmyndun og vörum og þjónustu, ef hún er bara nýtt til að ná peningum að neytendum, þá er þetta verra heldur en gamla kerfið sem var þó verulega slæmt. Þannig að við köllum eftir að það sé grípið inn í á þeim mörkuðum þar sem samkeppnin er ekki að skila neinu, heldur er fákeppni, en því miður þá hefur ekki verið gripið til aðgerða. Samkeppniseftirlitið er komið með auknar heimildir til að grípa til aðgerða, þannig að við vöktum athygli samkeppniseftirlitsins á þessu útboði og hver hafi verið niðurstaðan. Hvað framtíðin gerist í framtíðinu, það þori ég ekki að segja.